Já, komið sæl. Nú vestan og suðvestan hvellir að ganga hérna yfir vestfjörðirnar og svo við sjáum appsínu gulu viðvörun í gangi, en þetta byrjað að ganga niður og strax núna klukkan 8 í kvöld að þá munu allar þessar viðvörunir sem í gangi vera fallnar úr gildi. En við skulum skoða aðeins á yfirlitskortinu hvað það sem veldur þessu. Það í raun og veru svona röð af smálægðum sem búin að vera að ganga hérna upp milli austurströnd Grænlands og Vestfjarða og ein slík sem núna að fara yfir, en þetta gengur hratt niður í kvöld en síðan á morgun að þá kemur næsta lægð hérna inn og hún ætlar að fara sömuleið, þannig að þá mun hvessa aftur þá og sérstaklega á Vestfjörðunum annað kvöld og fara að rigna, en þessi lægð á nú samt ekki að vera eins kröpp og svo sem að fara yfir núna. Við skulum skoða hvað að gerast á hitasviðinu. Það nú búið að vera hlýtt í dag hérna á Austurlandi og hitinn fór í tæpa 25 gráður á Skjaldingsstöðum. En við sjáum að það svalara loft sem svona að fylgja eftir og þannig þá kólnar nú eitthvað hjá okkur. Síðan með lægðin á morgun að þá á aftur að koma hlýr loftmassi yfir okkur og þá hlýnar nú aftur og aftur verður nú hlýjast á Austurlandi en svona kannski ekki alveg heitt eins og í dag. En við skulum skoða aðeins hvað að gerast núna næsta sólarhringinn. Við sjáum að núna klukkan 20 í kvöld að þá, eins og sagði, verða allar viðvaranir komnar í gildi og þessi suðvestan hvassviðri eða stormur að það svona dettur mjög fljótlega niður og síðan verður nú komin á morgun með svona einhver stinningskalda, en seinni partinn á morgun þá fáum við næstu skil hérna inn á landið og annað kvöld verður komin rigning og sunnan allhvessu eða hvers sunnanátt hérna á Vestfjörðunum og síðan svona einhvað aðeins rólegra hérna sunnan til. En klukkan 8 í fyrramálið þá lítur þetta svona, það verður svona suðvestan gólaða kaldi hérna sunnan til, heldur meiri strekkingur norðvestan til, en farið að létta til hann, verður svona sérstaklega til sólar og verður nú kannski einhverjar svona smá skúrir vestan til á landinu morgun, en í fyrramálið verður strax og verður bara hægviðri og léttskýjað eða jafnvel heiðskýrt á Austurlandi og hitatölurnar svona komnar yfir 10 stigin. Og síðan þegar líður á morgundaginn þá sjáum við að það ennþá í fínasta veður hérna austan til og hitatölunar komnar jafnvel upp í 16 og 17, jafnvel 18 stig. En það byrjað að hvessa við vestfjörðina og síðan fer að rigna þegar kemur fram á kvöldið og hvessir eitthvað enn frekar. En við skulum skoða aðeins hvernig þróunin síðan aðra nótt, að við sjáum hérna klukkan 18 eru skilin hérna byrjaði að ganga inn á landið og síðan aðfóran á laugardagsins þá gangaði nú svona nokkur hratt yfir og síðan á laugardaginum á nú að vera svona nokkuð þurrt hjá okkur, en áfram þessi strekkingsvindur við vesturströndina. En klukkan 8 á laugardagsmorguninn að þá sjáum við að það svona strax byrjaði að létta til hérna vestan til á landinu með svona suðvestan kalda og sjáum að það geti að fara að skína sólin nokkuð skert, en austan til verður aftur á móti þungbúið og þar verður reyndar hægur vindur og við sjáum að það svona hitatölurnar svona rétt yfir 10 stigunum, en þegar líður á laugardaginn þá byrjar að hlýna og við erum aftur að sjá flottan dag hérna á Austurlandi með 17-18 stiga hita, en vestan til reyndar að létta líka til og þar verður svona í fínasta veður þó að verður nú ennþá þessi suðvestan strekkingur. Síðan á sunnudaginn þá verður við svona í lægðadrægi og þá verður við nú svona hægur vindur á landinu, en svona talsverð rigning hérna vestanvert landi, en ætti að vera þurrt og bjart hérna á Austurlandi. Og áfram ef við förum á mánudaginn að þá fer vindur að snúast til norðlægar áttar, læða meðan komið hérna á suðaustur landinu og það fer að hitatölur farnar að lækka, við sjáum að komið niður í 5-6 stiga hita og rigning hérna sérstaklega norðvestan til og þá nú það svalt í veðri að við förum væntanlega að sjá snjókomu til fjalla, en sunnudaginn ætti nú að vera nokkuð bjart og að verði skúraleiðingar. En við skulum láta þetta verða síðasta kostið okkar í bili. Verið sæl.